byrjunliðin, þú spá einhverju fyrir það? Já, ætli þessi ekki nokkuð líklegt að Ingunn, Sandra og Sara byrji inni hjá Keflavík, hvort að Katrín Fríða og ekki segja Bríet. Sjáum til. Hjá Haugum byrja allavega þetta að koma hérna. Sólrún, Inga, Aldís, Lovísa, áðurnefnd Þóra Kristín og loks hún og Silja Rún. Þetta er byrjunarlið Hauka og hjá Keflavík það er eins og ég sagði, það er Sandra, Sara, Bríet, Ingunn og Katrín. Má búast við að Keflavíkurliðið mæti Haukunum hátt upp á vellinum, hvort sem það verður maðurmannpressa eða einhvers konar svæðispressa. Haukarnir sjá sig verða ná að stýra hraðanum og það mun mikið mæða á bakvörðum liðsins, Silvíu, Sólrúnu og Þóru. Það var allt klárt. Og Haukarnir ná aukastinu. Silvíu var með boltan, Keflvíkingar í maður og mann, Sólrún galopið skot. Hafði meira tíma heldur hún kannski hélt. Ingunn Embla kemur upp með boltan, finnur Suru og Haukarnir í svæðisvörn. Vel klárað. Full auðvöldið fyrir Söndru, Keflvíkingarnir peka upp maður og mann. Sólrún upp í annað skot, það er af líka. Lóvísa sterk í baráttunni frákastinn og kemur Haukunum á blað, 2-2. Já, 2-3 svæðisvörn hjá Haukunum. Já, smá taugatitringur hérna í byrjun leiks eins og kannski svona mátti vænta í bikarúrslitaleik. Það er boltingingar ákveðna milli manna hjá Haukum. 10 sekúndur og skóklukku. Vörn í fín hjá Keflvíkingum. Það ná að stela boltanum og hérna kemur Ingunn upp á fullu ferð. Alla leið og klárar. Glæsilega gert. Frábærlega gert. Ingunn Embla var í hjá Jeff Kotilla í síðasta vetur í Danmörku og hefur komið gríðarlega sterkt inn í Keflavíkurliðið í vetur. Nú sáum að Keflvíkingar skipta á skrínum bara. Sólrún skot sem er af og Sara með frákastið. Þú ræddir í byrjun, kannski líkill fyrir Haukana að koma boltanum inn í teig. Já. Miðjan í svæðisvörninni, galopin. Það er svona hættilegt þegar þú ferð í svæðisvörnina að þú ætlar að teygja of langt út að þá oft gefur auðveldar körfur undir körfunni og Haukarnir geta ekki ætlað að bæði að dekka þriggja og körfuna í svæðisvörninni. Fín frábært pressa hjá Keflvíkingum og Haukar komast ekki í 8 sekúndum dæmt. Koma Haukarnir full langt út á móti. Og Sara Rún opið þykjasta skot og hún setur hann niður. Lóvísa brotað henni, sterkt leið upp hjá henni og bara 2 skot. Lóvísa er dóttir Hennings Henningssonar sem hefur nú þjálfað hansi mikið í kvennaboltanum á Íslandi. Þjálfaði þið ekki einhvern tímann? Jú, þjálfaði gerði okkur að tvöfaldur meisturum en hjá KR ætlaði ekki verið 2002 tímabil eða 2003. Já. Íslands- og bikarmeistarar. Hún hefur ekki langt að sækja hæfileikana. Hún klikkar á báða skotunum. Bríet finnur Söru. Sara sækir að körfunni. Já, fín vörn hjá Haukunum en Bríet nær að snúa sér varnarmanninn og setur niður. 9-2 staðan hérna eftir 2,5 mínútna leik. Verða Haukarnir að fá körfu. En láta Haukarnir að taka leikli. Karfa góð, Villa
og leikli 11-2 staðan hérna eftir tæplega 3 vinnarleik. Hvernig er í vandræðum með að koma boltanum upp í völlinn? Þetta er gríðarlega öflug sveit stúlkna hana í Keflavík og allar komna með reynslu úr meistaraflokki. Ég held að séu allar hann í byrjunarliðinu að æfa á fullu með meistaraflokknum og eru alltaf í liðinu. Þannig að þetta... En Haukarnir geti ekki verið hræddar, það verður bara að kýla á þetta. Já. Líka kannski bara vera grimmari. Þetta er bara maður og mann pressa og bara ekkert vera... Bara treysta á það að dribblarinn geti tekið upp boltan hjá þeim. Já. Það verður kannski gefinni þá aðeins meira pláss því þeir eru að stilla upp eins og sé verið að pressa þeir 2-2-1. Já, akkurat. Svona erfitt kannski að setja marga upp á geta þær koma og gildræða eða og mætt fljótt í hjálpina ef missa menn fram með sér. Sjáum líka hvort að Haukarnir breyti eitthvað vörninni eða hvort þeir halda áfram í svæðisvörninni. Já. Það er búin að vera mikið að fá þessi 11 stig á 3 mínútum. Akkurat. Bríet Sif, hún er tvíburasystir Söru Rúnar og á mínu mati gríðarlega efnileg líka. Hún er kannski ekki svipaður leikmaður og systir sín en hún á meiri bakvörður og meiri skipta. En pressa Keflvíkingar. Þóra með boltan Ingunn til varnar. Og aftur 8 sekúndur. Og aftur 8 sekúndur, frábær vörn til Ingunni. Ingunn og Pálína hafa yfir þetta hlutverk í meistaraflokki kvenna í Keflavíkur að dekka bestu bakverðina í hinu liðinu, þannig að Ingunn er vön því að vera hann uppi á velli og pressa. Haukarnir er áfram með klippir í svæði. Galopið þarna undir. Brotið á Söru. Þeirra skotin niður á Söru. Sólrún Gísladóttir fekk hana fyrstu villu. Staðan 13-2. Setna skotin niður, 14-2. Sólrún finnur Silvíu og Silvíu á Aldísi og Aldísi upp og brotið henni. Þetta er betra hjá Haukastúlkum og það er oft þannig þegar þú pressar þá býður hættinu heim upp á leigubumótið. Nú þarf það bara að setja þessi víti niður. Sem var spennandi leik hérna. Já. Þeirra skotið af hjá Aldísi. Sandra Lind fekk hérna sína fyrstu villu. Setna skotið niður, 14-3. Já, vörnin betri hjá Haukum núna, komnir í maður og mann. Elta Keflvíkinga hátt upp á völl. 8 sekúndar á skóklukkunni. Keflvíkingarnir er svona órugga núna, finna Söru. Fýtsnúning á Söru og Lófís að brýti klauvel á sér. Þetta var aðeins betra í Haukum varnarlega. Já. Sara gríðarlega sterk hana á þessum kanti, sækir mjög sterkt til hægri og hefur svo góða leið til að fara yfir í vinstri hendina að vörnin hann að loka á hana. Fyrir skotið niður á Söru. Setna sömuleiðis, 16-3. Já, mun betra með Haukunum núna. Leysa þetta betur. Já. Ég sem Keflvíkingarnir kannski full kurteisa við Haukana í vörninni. Mér finnst ekki að það sett meiri press á boltan og 5 á skotlutur í 4. skotið af Bríet með frákastið. Hraður opinn leikur. Bríet finnur systur sína á Ingunni. Skotið af Aldís með frákastið. Fín vörn hjá Ingunni. Þetta er kannski það sem Haukarnir er að gera, það er að pakka svolítið í teginn og neyða Keflvíkinga í
í löng þrístarskot. Frábærlega vel gert. Sandra á Katrínu. Katrín yfir á Söru. Sara upp í skoti sem af. Silvía með frákasti. Aldís, gott backdoor þannig að frábærlega gett í haugunum. Vel lesi hjá Aldísi og Silvíu. Staðan 16-5. Haugarnir svona aðeins að ranka við sér. Sterk hreyfing hjá Söndru en góð vörn hjá Lovísu. Sandra er örfendum í herju og leitar mikið á að skjóta yfir hægri vísluna, skjóta með vinstri hendinni. Erfið sending. Katrín á Ingunni og Ingunn upp í þrístarskotið. Og það er niður. 19-5. Það er ekki mikið veikleika að sjá í þessu Keflavíkurliði. Silvía hérna sem að dantaskrefa, hún er ennþá í 9. flokki, er fædd 1998, þannig að hún á framtíðina fyrir sér. Hún og Þóra Kristín er ennþá í 10. flokki, þannig að þetta eru unga stelpur sem eru hérna að spila. Meðan Keflingarnar eru allar á vellinum á réttum aldri í stúlnaflokki. Þetta var hérna fín vörn hjá haugunum. Fínu veit hjá Katrínu. Frábærlega sílaði hjá Lovísu. Mjög vel gert. Koma boltanum hann inn í. Já, vel lesi hjá Silvíu, hún verðist vera að geta lesið leikinn vel. Alltaf gaman að sjá ungu leikmenn sem skera bara kunna leikinn. Sara með þristið niður. 10 stig hún komið með, 22-7 staðan. Fín vörn. Hörku barátta hérna inn í teig. Já. Sandra og Lovísa eru saman í hérna. Eru verandi saman í 18 ára landsliði kvenna. Þannig kom fyrsta skiptingin. Elínóra Guðlaug Einarsdóttir kemur hérna fyrir hana Katrínu. Elínóra er dóttir Einar Einarssonar, yfirþjálfara Körfuboltadeildar Keflavíkur. Efnilegur leikmaður og sömuleiðis kominn á hjá Haugum númer 13. Sigrún Elva Reynisdóttir, skipti við Aldísi. Bríett, þær systur saman. Vel gert. Kláraði þetta örugglega. 24-7, Sara kom með 12 stig, helmingstiga Keflinga. Ingu nefnilega stelur boltanum af Þóru og fyrir alla leið og brúta henni. Önnu villina fyrsta villina á Þóru segi. Haugarnir virðast eiga að fá svör. Já, þetta er svona svolítið upplegað þannig að það er vandræði með að koma boltanum yfir miðju og þegar komast yfir miðju þá svona er kannski það er mikil tími í liðin að þeir ná ekki alveg að stilla upp. Það er nú spurning hvort að það ætti kannski að reyna að halda boltanum fjarri þeim leikmanni sem Ingunn Embla er að dekka. Hún er hérna búin að stela boltanum 4 sinnum á stundum tíma. Bríett með sirkuskorfu. Vel gert hjá henni. 28-7. Sóknar vill að dæmta á Lovísu. Þær eru búin að vera að berjast þarna. Lovísu og Sandra Lind. Já, önnu villina á Lovísu. Skapið kannski að fara aðeins með þetta fara aðeins í skapið á Haugunum.
Staðan 28-7. Bríet á Söndru. Sandra sækir á Lovísu. Karvan dæmt góð. Þriðja villan á Lovísu. Þetta er alveglegt mál fyrir Haukana sem að Lovísa er svona þeirra sterkasti leikmaður. Svona fyrir fram. Inn á kemur Inga Rún fyrir Lovísu. Sandra klárar þríbóngflæðið, staðan 31-7, Sandra komið 5 stig. Villa 13 í Haukum. Það ætti að vera bónus. Skiptin Ingu nefnilega skipti við Helenu og Skátnóttir. Þetta var 7. liðsvöllana á Hauka, þannig að það eru 2 skot. Þetta var Villa þarna á Sigrúnu fyrir bakgrindingu inn í tegnum. Fyrir skotu niður í Elinoru. 32 stig kominn, en það 2 mínútur eftir. Já, hann sem ekki skorað. Já. Sér að Haukarnir er greinlega með Keflinga mættir gríðarlega einbeittar til leiks. Minnið var að Haukarnir hafi unnið vinkuna þeirra í Keflavík í gær. Elinoru frábær vörn til Elinoru en Haukarnir halda boltanum. Það er við sending. Sandarlund kemst inn í hana en 4 skotklippu. Fín vörn hjá Haukunum. Nei, Keflavík segir. Á Keflinguna hafa spilar vel, er að hitta vel fyrir utan og klára leiðöpinn, skila vítunum niður, þannig að svo sem geta ekki mikið kvartað við sínuleik hingað til. Á Þóra dugleg í vörninni. Íta Keflinguna hátt upp á völlinn. Sara Elinóra upp í þykstaskotið. Það er allt niður hérna. Finnleikur. 35-7. Þóra Sandar henni í bolta, stelur boltanum, finnur Bríet aðkvörunni og klárar henni 37-7. Boltinn beint út af. Katrín kemur inn á aftur fyrir Söru Rún. Sara Rún kom með 12 stig hérna í fyrsta leikluta. Sandra sækir fín vörn hjá Haukunum upp að stand. Keflavík heldur boltanum öðrun þeim í vil. Og Helena upp í þykkistaskotið. Það er af. Þóra með boltan. Fín hjálpavörn, vel gert hjá Söndrulind, frábær hjálp. Helena. Elinóra Sandra sækir. Finnur Katrínu, varir skot hjá Solunu og Silvían er boltanum. Sækir, hann var nú brotið á henni en ekki dæmt, uppkast dæmt. Fín baráttu við Silvíu. Silvíu hérna, yngsti leikmanninn á vellinum að láta til sín taka. Silvíu kemur úr mikilli körfubolta. Margrét Rósa, systir hennar, spila með meðstaflokki, Bára Fönni og Hanna Halldónar. Báðar hafa verið í sigurliði Hauka í Íslandsmótinu, þannig að hún er ekki langt að sækja hæfileikana. Sólrún sækir á Elinóru. Já, Þóri þykjastaskotið og það er niður. Þetta er vel gert á Haukunum.
Heluna finnur Katrínu á Söndru. Sandra klikkar. Þar með leikundum búinn 37-10. Jæja, Finnur. Hvað geta haukarnir gert þessu? Haukarnir verða held ég bara núna svolítið að hætta að horfa upp á klukkuna. Ég held að þau þurfa bara að einbeita sér að leggja sér fram og gera sitt besta. Ég held að og reyna svona frekar að láta vekkinn tala inn á vellinum heldur en að vera að pæla mikið í stöðunni. En svo núna síðustu kannski 2 sóknir hjá haukurum voru ákveðnir í sínum aðgerðum og fengu fín færi og kláruðu bæði skiptin. Já. Það var líka kannski eftir Ingum fór út af, var ekki jafn mikil pressað að koma boltanum upp völlin. Akkurat. Við erum komið hérna með tölfræðin úr fyrsta leikvöldunum. Það er kannski svona augljósta dæmi að haukarnir búin að tapa þeir boltanum 13 sinnum. Keflingar með frábæra skotnýtingu með 57% tveggjastaðnýtingu, 80% styrkjastaðnýtingu og 90% vítalínu. Þegar 8 slón á bolta. Þegar liðið spila þannig þá er erfitt að eiga við þar. Já. Það er spurning hvort að haukarnir þurfi ekki aðeins að bara hleypa þessu upp, sjá hvað gerist. Já. Spila bara mjög aggressíft og sjá hvað er fá út í því og Algjörlega. keyra. Lofis að færi út af og kannski ekki þar leiðandi ekki jafn sterkar inn í teig. Akkurat. Ný leikmaður komin inn hjá í liði Keflavík. Það er Ellen Hrund Ólafsdóttir. Ingu nefnilega kemur aftur inn. Það er Sandra Lind og Bríett sem víkja. Hjá haugunum er Rósa Björk Pétursdóttir að koma inn á í fyrsta skipti. Hún skipti við Silvíu. Elinóra tekist á skotið, fallegt skot hjá Elinóra þar af. Mætti kannski vera aðeins hreyfanlegri haukarnir í sókninni. Já. Keflingarnir er að koma hátt upp og pressa þér og eins og við sáum í fyrsta reglunda fengu þér fyrir sinni baktor og mætti kannski leita aðeins meira. Já. Gengur vel hjá Keflavík boltinn. Skotið af. Sólrún kemur um boltan á móti Elinóru. Þóra. Og Sólrún aftur um boltan. Finnur Þóru. Það kemur Þóra slapp hana við skref en sendingin á Sigrún ekki nógu góð boltinn út af. Keflavík með boltan. Vel gett á Ingunni, finnur Elinóru. Skotið af hjá henni. Þetta er betra í haugunum, vörnin að halda betur og nú er það bara að nýta færin sóknarlega. Sigrún yfir á Þóru. Inn á Ingu og skotið af. Fínt frákast. Flott bara þetta hjá Rósu. Sólrún í langtveikista skotið það niður. Sólrún Inga komin á blað, 37-12. Gott rafli á Keflingum með fín vörn hjá haugum. Helun upp í skotið og það niður. Sólrún sækir góð sending hjá Sólrún á Ingu og brot á henni. Fyrsta villin á Ingunni. Og Inga á línunni. Þeirra skotið niður.
Seinna skotið sömuleiðis, vel gert hjá henni. Hún skiptir hérna út af fyrir Aldísi. Ellen sækir hérna á villu. Vel gert hjá Keflvíkingum. Ingunn fara hérna að leiða upp undir korunni. Haukarnir tapast bollana strax. Góð vinstri hendur hjá Katrínu. 43-14. Það er neittstólum boltinn hjá Ingunni. Boltina af Alærun og Ingunn út af. Skipting hjá Haugum. Silvía kemur eftir hérna fyrir Þóru. Aldís stígur á línuna, 2 stig en að skoti af Ingunn með frákastu. Fínu verð hjá Aldísi. Löng sending á Ingunni, er ekki erfitt að ætla að koma að leiða. Nú kemur skipting, 3 manna skipting á Keflavík. Sara, Ólöf og Sandra kom inn á. Skipta við Elínóru, Helenu og hvað var síðast það? Katrínu. Fínu verð hjá Silvíu. Flott barátta. Ég held að sé nú rangt að Keflavík á boltanum. Ég held að Keflavík byrjaði annar leikutan. Haukarnir ættu nú að eiga boltan hérna. Flott barátta hjá Rósu. Haukarnir komið í boltan. Það er eitthvað svona eitthvað. Bíðum hérna meðan að setja 11 sekundur á skotklukuna. Já. Keflavík semst á boltan. Fínu vörn. Erfið sending en Rósa er inni. Alla leiðir Rósu, vel kláraði Rósu. Rósa var í liði 10. flokks Hauka í gær sem bara sigur á Keflavík, þannig að hún var alltaf reynslan að vinna Keflavík. Ingunn alla leið fyrir skot. Það er stelpur þessi Keflavík-liði sem er nú bara að fara að kalla á sæti í A-landsliði hvenna. Ég var nú vonaði að Sara Rún Hinriksdóttir eigi allan á mjög góðum líkur að vera í liði Íslands sem keppir á smá þjóðleikunum í sumar. En fyrir það var Norðurlandamótið í Solna og það er haldið í byrjun miðjan maí. Það sem U16 og U18 lið kalla á hvenna fara að keppa og þar er verið að einhverja sem stelpum samir er. Sara fyrir skotið niður 44-16, 13. stig hennar Söru. Seinna skotið af frákast hjá henni Ellen og var skot hjá Solunu en Keflavík halda boltanum. Skiptin hjá Haugum, Sigrún Aldís út, Lovísa og Þóra enn.
Sandra sækir að körfunni, skotið af, fínu vörn í haugunum. Þóra, flott raflöp í haugunum. Jæja, vel gett í haugunum. Þetta er orðnar úrhættur við að keyra á þær. Já, Sandra með frákastið. Sækir hérna framjá, finnur Ingunni. Ingun alla leiði. Skotið af, Sandra með frákastið. Varðið skot. Og sem skotið af, Silvían að slá hann út en Ellen nær frá boltanum. 5 mínútur eftir hérna af fyrri hálfleik, staðan 44-16. Haukarnir er að halda með betur í vörninni. Það er ekki jafn auðvitað leiði sem Keflavík er að finna að körfunni. Og þegar Keflavík er ekki að skora þannig að það er ekki að stilla upp í pressuna sem Haukarnir lendi í vandræðum með. Bríet og Ólöf komnar inn á. Já. Bríet í þrýstarskotið. Það er af. Flott baráttu hana. Boltinn út af Haukarnir í hann. Bæði liða rúla vel á sínum mönnum. Sólrún kemur upp, Bríet til varnar. Sandra frontar hana að lofi sinni undir körfunni. Erfið sendingin. Já, mjög erfið sending. Fá á sér hraðaflöp móti. Já, það hefnar hérna. Það er hárréttur dómur. Já, það er rétt að lata hann. Það er vel ekki saman hjá sýtturunum, en þetta er sniðalega gert hjá Söndru. Lóisa er stóru öflu og Keflvíkingarnir er bara að fronta hann undir körfunni. Þóra. Erfið sending. Silvía sækir. Finnur Þóru. 10 sekúndur skóklugunu. Góð hugsun, framkvæmdin alveg nógu góð. Bríet sækir upp völlinn. Og Sólrún brýtur á. Fjórða villan. Í þessum fjórðingi á Haukana. Önnur villan á Sólrúnu. Já, en ekki hvað. Það er alveg saman hvað það er í Keflavíkurliðinu. Já. Frábært skot hana hjá Birtu. Vel dræfað körfunni hjá Söndru sem fann. Bríet les leikinn vel eftir góða vörð frá Söru og sækir þriðja villan á Sólrúnu. Það er komin skotréttur. Já. Haukarnir verða að passa sig að fara ekki úr nálægt hliðarlínunum móti pressu Keflvíkinga. Ekki láta mála setja í hotn. Það talaði að tveir bestu varnarmenn vallarins er hliðarlínu endalínu, þannig að það er ekki gott að sækja ómikið nálægt þeim. Bríet hérna kom með 11 stig, ætlar að gefa eftir báti systur sinnar. Elínóra kemur inn á fyrir Söru. Staðan 49-16. Þóra með boltan. Fínu vörð í Ólöfu. Jæja, flott fót af henni Ólöfu. Yfir á Sólrúnu, 12 sekúndar eftir skóklukkunni. Elínóra til varnar. Sólrún náttúrulega klárar. Sandra alla leið, skotið af. Þóra með frákastið. Þóra finnur Sólrúnu.
Tvívilladam þannig að bara undir körfunni. Það er með 4. villan að Lovísu. Já, það er bara þetta milli tveggja leikmanna og mínum mati hinn leiðilegasta villan í körfubolta, Tvívilladam. En hún er oft nöðsynleg. En 4. villan á Lovísu. Þóra upp í þykstæðskotið. Skotið af, Silja með frákastið, frábær barða. Haukarnir halda boltanum. Þóra upp í skot, sem er af. Enn fín barða í Haukunum í frákastunum. Keflavík á honum, koma hratt upp völlinn, Bríett. Birta Birta í horninu og Birta upp í skotið. Þetta verður Ólöf afsakið. Fín draf upp í Haukunum og Þóra fara til skot villa á Eilunóru. Fullt af skiptingum. Það er bara gaman að hafa smá barist í þessu. Já. 4 komin inn á, 4 víst ekki Ólöf Rún Guðsveinsdóttir eins og ég taldi upp hérna í byrjun. Það er Írena Sól Jónsdóttir, dóttir Jóns Guðmundssonar. Bríett finnur Írenu. Villadam á hana og Írena á leiðina á vítalínuna. Búin að vera inn á vellinum í 3 sekundur og strax tækja að fara að komast á blað. Af með klingriði. Þeirra skotið niður, Írena komin á blað. Þá er það bara Ólöf og Ellen sem ætlar að skora hjá Kristrún hjá Keflavíkurliðinu. Skotið af Fjölnir. Sólrún sækir í völlinn. 8 sekundur. Það var ekki alveg hvenær skotgöngum voru það. Ég veist það nú eitthvað sérstök talning þarna. Ansi fljótar líða allavega. Já. En staðan 50-18 leikli hjá Haukum. 2:21 eftir af þessum fyrri hálfleik. Stæði hæst hjá Keflingum með Sara Rún Hinriksdóttir. Systir hennar Bríett með 11 stig, Ingunn Embla með 9. Hinum megin Sólrún og Lovísa báðum með 4 stig og Þóra Kristín með 3 stig. Ekki villurna líka? Já, svo Lovísa náttúrulega í bullandi villiðandra með 4 villur, Sólrún Inga með 4, en 3. Rósa og Silvía með 2, Þóra sem leiðis. Hinum megin er lítið villavandari, Sandra helst með komið 2 villur. Það er jákvæmt að það eru komnir hérna einir 9 leikmenn hjá Keflavík á blað og 7 hjá Haukum. Þannig að leikmenn eru að fá að spreyta sig. Keflavík er náttúrulega að fá mun meira frá sinni líki leikmennum. Ingunn kom með 9 eins og segir og Sara með 13 og Bríett 11. Meðan að Sólrún og Lovísa konur sem í 4 stig. Já. En á móti kemur Lovísa náttúrulega búin að spila lítið, búin að vera í viti vandræðum allan leikinn. Akkurat, hún hefur fengið sér sæti núna og Haukarnir sýnist mér aftur að fara í 2-3 svæði. Eilunóra á Írenu. Yfir á Eilunóru. Finnur Katrínu, Írena vel spilað hjá Keflingum, boltinn gengur vel. Þannig að svo að maður og mann verður búin að ganga vel hjá Haukunum. Það verður ekki búin að fá að sinna með 13 stig. Akkurat. Í þessum leikluta. Frákastanni á Ingu. Opið skot. Það er af Inga aftur með frákastið og upp. Og aftur með frákastið og upp. Og enda með að Bríett nær boltanum. Eilunóra leikur hérna vel í leikstundar-hlutverkinu. Hún er búin að gefa fleiri sendingar í þessum leik heldur en að frændirnar Björn Einarsson gerði held í heilu tímabili, en þetta hefði vel gert hjá henni. Það eru 3 sekundur dæmdur á Keflavík.
fín vörð hjá Írunu. Þóra ekkert smeyk við hana, gerir þetta vel, ekki taka upp boltan. Það svona sem að íslenski leikstjórnin þarf að temja þessu svolítið, það aldrei gjarnan að taka upp boltan og snemma á móti pressu. Þetta það sem að íslensku, sérstaklega kvennalandsliðin að lenda í vandræðum þegar við förum í Norðurlandamótin að sérstaklega sænsku og finnsku liðin spila gríðarlega sterka maður og mann vörn allan völlin og oftar en ekki þetta sem við okkar svona helsta bitbein. Þeirra skotinni við Þóru. Setna sömuleiðis. Þetta er svona ljósupúntarnir hjá Haukunum hljóta að vera Þóra og Silja, búin að báðir eiga að standa sig vel hérna og sömuleiðis hún Inga. Einhver reikistefna á borðinu. Setja skotklukkuna. Ég sá nú ekki hvað hann á að vera í. 19 sekúndur segir, 1:23 ára eftir. Elinóra finnur Birtu, Bríet með boltan, fín vörn, Elinóra í horninu stendur út línunni. Það er stíð út þarna. Þóra bara svo kólkappan undir körunni, allir boltar enda í höndunum með henni. Flott barátta. Það er uppkast og Haukarnir eiga boltan. Já. Fín barátta hérna á Dýrfinnu. Rósa skipti við Sólunu og Ellen skipti við Birtum. Vel útfær fletta, Þóra sækjar Írunu upp í skotið sem er endur af. Hún er bara fókustunni sjálf og vill að dæmt. Inga hún er að valda Keflvíkingur svolítið vandræðum hann undir kurvin. Hún fer í öll frákust og Haukarnir er allavega góð með að örugglega 6-7 sóknarfrákusti sem leik þetta. Þóra komið 6 stig hérna. 7 stig, 50-22. Þessi annar leik sem er búin að vera mun betri á Haukunum. Írina, Elinóra á Bríet. Tapar bolti á Keflvíkingum. Vörnin fín í Haukum. Þóra, Írina til varnar. Finnur Silvíu. Inga á Þóru. Sækir inn á fínu vörð hjá Írinu. Bolti gengur vel. Inga upp, skotið af. Silvíu mætti sóknarfrákustið og Þóra enda með að klára þér. Frábær barátta í Haukunum í sóknarfrákustunum. Allt annað að sjá Haukastelpuna. Já. Tapaði bolti á Katrinu. 7 sekúndur, já, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skotið af, neyðarskotið af. Staðan 50-24 eftir að Keflavík var leitt 37-10 eftir fyrsta leikluta. Mun betur. Haukarnir hafa unnið þennan leikluta með einu stigi. Já. Þannig að það er gaman að koma sterkur tilbaka. Það er náttúrulega skelfilegur fyrsti leikluti hjá Haukunum. Já. Það er erfitt að koma tilbaka eftir að hafa lent undir 37-10. Akkurat. Það er bara þetta hrós á Haukaliðinu fyrir fína baráttu. Keflavíkurliðið gríðarlega sterkt og jákvæmt að sjá hérna margir leikmenn fá að sprauta sig. En við komum með seinni hálfleikinn eftir smá stund. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar.
en ekki lengur. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-fílingsins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. Ah! You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn.
Jæja, þá erum mætt aftur hérna í seinna leikinn. Við erum komið hérna með tölfræði. Greta, viltu kannski reyna yfir þetta? Já, það eins og við sögum hérna á annar leiklutin fór 14-13 fyrir Haukunum, en það sem er kannski athyglisvert að Keflavík náttúrulega ekki með ótrúlega fína vítanýtingu, 80%, meðan Haukarnir í 50% og með 55% tryggistæðnýtingu og 37% tryggistæðnýtingu Keflavík. Já. Haukarnir eftir að hafa tekið bara 8 frákust í fyrsta leikundum eru komið 26 frákust, 9 sóknarfrákust og þar er Silvíarún og Inga búin að fara mikið með 3 sóknarfrákust hver. Töpuð boltan hjá Haukum en þá vandamál, 20 tapaði boltan og Keflavíkur eru búin að skora hátt í 20 stig upp úr þeim. Haukarnir náttúrulega líka bara námun færri skotum heldur en Keflavík. Já. Keflavík búin að taka 39 skot og 16 víti meðan að Haukarnir aðeins með 27 skot. Seinna leikurinn byrja. Inga byrjar seinna hálfleikinn í staðinn fyrir Lófur sem er 4 villur. Og Haukarnir áfram í 2-3 svæði eins og það endur fyrir hálfleikinn. Það er fínn kraftur í vörðinni á Haukunum. Það verður passað þétta mikið. Hæpóstin opnast svolítið. En hæpóstin opnast eiginlega alla leiðir í kring. Boltinn af Sólurinn út af. Silvía og Þóra á toppnum í svæðinu með ekki láta plata sig utalega. Fínt spil og Keflavík. Læsleggja. Bríet sér með gríðarlega gott auga fyrir leiknum. Og marga mjög fallega sendingar hérna í þessum leik. Fínu vörði á Sjöru. Það er að halda áfram að vera aggressívar Haukarnir. Já, vel gert. Glæsilega gert á Silvíu. Vel kláru. Það glemdi Bríet sér í vörðina og Silvíu ekki lengi að refsinni. Þriðja villin á Söndru. Karfa góð falli vinstri hendi og Þóra getur bætti stigi með Silvíu að segja. Skoti niður á Silvíu 52-27. Ekki hopp í vörðinni, Sara Järveit skot, það leikur niður. Það er vel gert. Fínt kött þarna. Já. 50-40. Keflavík fljótar fram. Fín vörð hjá Haukunum. Haukarnir óöfnir. Það er svona klaufulegt. Það er svona, tveir sinnir röðu svona eru Haukarnir búin að spila fína vörð. Neyða Keflingarna í erfitt skot og bæði skiptin ná Keflingar að skora. Aldís yfir á Þóru Ingun til varnar. Sólurinn í þrýstaskotið. Það er af. Bríet með frákastið. Sara Ingun galopinn. Skotið af. Og Inga öflug í frákastunum. Þóra á Aldís á Sólrúnum, Sara til varnar, finnur Þóru, niður á Ingu, Inga á Silvíu, vel spilað, Silvíu upp í þyktaskotið, það er af Ingun með frákastið. Frábær sending. En aftur tappa Haukan boltanum svona klaufalega. Já. Og refsað. Með 3 stig. Já, Ingun með sinn þriðja stig í þessu leik, komið 12 stig. Ingun gríðarlega öflug skita. Það er svona ekki nóg með að Haukarnir svona hafa verið mjög öflugri í byrjun þessa hálfleiks en heldur fyrir hálfleiksins. En svona hlutin ekki alveg að falla með þeim. Leikli Haukar, 61-29, 3 mínútur búnar af þriðja leikluta.
Sara fá sína fyrstu völlu, Sara kom með 17 stig. Kom með 4 stig núna á fyrstu mínútunum í seinni hálfleik. Já. Þrír leikmenn hjá Keflavík með yfir 10 stig. Sara, Bríet og Ingunn. Þóra stigahæst hjá Haukunum með 7 stig. Já. Haukarnir þurfa aðeins að bæta í vörnin í Svæðisvöllunni, það svolítið auðvelt í Keflvíkingunum að koma boltanum inn á hægpóst. Já. Þetta kannski liggur svolítið í því að það er Þóra og Silvía sem á toppnum, að láta ekki plata sig of utalega. Og Sandra líka gerir vel í því að gefa boltan út aftur. Já. Sigrún kemur inn á fyrir Aldísi. Annars sömu leikmenninni á báðum liðum. Inga á línunni. Tekur sér góðan tíma í þetta og setur vítið niður. Athyglisverður spústíl. Fer svolítið neðarlega með boltan hérna. Já. Vel gert. Vel gert. Hún er bara 100% á línunni í dag með 4 víti ofan í 4 tilraunum. Það verður Sigrún að koma ofar. En Bríet Sólrún. Það er skotið Sólrúnu. Það er svona færslan í Haukavörðinni kannski alveg nógu góð. Vængirnir þeirra að koma ofar út. Mæta mönnum meðan toppandinn leysa af. Betra. 3, 2 skotklukku. Sirkusskot. Skotklukkarna var að renna út. Sólrún finnur Sigrúnu. Sigrún á Þóru. Ingunn. Fínt frákast. Sigrún og Sólrúnu upp í skotið. Það er af Bríet með frákastið. Ingunn móti Silvíu. Ingunn að fá fullmikla öryggu, þannig að það fannst mér fínt hjá Silvíu og opinn að fá hana vill á sig. Sölvíu kom inn á framalega móti, Fernlandi opnar vænginn vel. Sigrún með frákastið. Sandra floppa aftur í stelpunum. Ingunn yfir á Bríeti. Bríet sækir. Finnur Katrínu í þriggjastaðskotið. Það er af, Sara með frákastið. Haukarnir mikið að elta. Flott vörði á Silvíu. Það eru ótrúlega þessar körbólsýstur. Hálfdán og dætur. Það eru það, fjölmenni. Já. Ég veit ekki alveg hvað þessi mörg systkinin eru en ég held að foreldrarnir kennum voru úti held ég. Já. Það hlýtur að vera. Þetta á Bríeti. Þóra, Ingunn til varnar á Sólrúnu. Inga á backdoor, vel gert. Kemst hann inn í sendingu og býtur boltanum upp. Sækir alla leið, vill að dæmda á Sólrúnu. Þetta er kröfulegt á Sólrúnu í staðan fyrir að stíga bara fyrir og gera söndur Örvitvík þá svona hálfgerðlega beilar hún hann út með að reyna að slá. Og fær sína 4. villi, já. Já. Eldri og reyndari leikmenn Hauka báðu komið með 4 villur. Birta og Ólöf og Elinor að koma inn í staðan fyrir Ingunni og Bríeti. Og Rósa inn í staðan fyrir Sólrúnu. Elinora. Skotið af, Sigrún með frákastið. Boltinn af, Söndru út af.
Þóra Silvíu með boltan. Finnur Rósa á Þóru. Frábærlega gert hjá Þóru. Skotið af Elinóra. Erfið sending, Silvía kemst inn í hana og Rósa með boltan. Silvía sækjar vörn Keflvíkinga upp í erfitt innstandarskot og það af. Leikurinn svolítið að losna upp núna. Mikið mistök á báða. Flott hlutur. Þetta er fyrirmyndar, hún voru þessi skotið þetta varðið einu sinni, Þór teikar ekkert í næsta skipti, bara lætur við að það. Þór á komið 9 stig. En tegist mikið á haukavörninni. Það Galop sendir Görunni, frábær sendingu Söndru. Fín völd hjá Söndru. Boltinn úr Þóru, Elinóra til varnar. Þóra á Silvíu. 8 sekundar skóklungur. Inga sækir. Fín tilraun en skotið ekki af. Katrín með frákastið Finnur Söru. Elinóra. Ólöfu sækir að körfunni. Skotið af. Og Rósa með frákastið. 3:40 eftir hérna á þriðju hálfleik. Keflavík leiðir 63-33. Fín baráttu Ólöfu. Kemst inn í sendinguna, Sandra með boltan. Handoff með Söru. Fín vörn hjá haugunum. Hins vegar komur hérna ansi framalega. Það er svo að segja fyrir þær að koma alltaf framalega í sæðinu. Þannig að það opnast svo fyrir bakvið. Já. Fremri 2. Lengir svo leiðina fyrir toppana að vinna sér tilbaka. En fínt varnarpossession í haugunum. Þóra með boltan. Skemmtileg leikmaður Þóra. Sigrún á Þóru. Á Silvíu upp í þykstæðskotið. Það er af. Boltinn af Þóru út af. Sara og Katrín út af. Ingunn og Helena inn á. Ingunn leikstjórnandi fann hann að spila inn í eins og svo það komið fram. Flott baráttu henni, Sandra með frákastið. Klára það. Sandra kom með 7 stig. Þóra finnur Silvíu. Brotið á henni. Og Silvíu og Þóra öllu hjá haugunum. Já. Klukkan dottin út hérna. Já. Það verður snart að koma inn aftur. Það er eitthvað smá bíð væntanlega. Það er þennan dómaraleikli meðan að finna út í þessu. Já. Já, sem sagt hann var brotið þennan Þóru. Þóra er að fara á línuna. Taka 2 skot. Ekki alveg hreinu hvað er vandamáli á rittaraborðinu. Virðist vera sem klukkan hafi, eða klukkan sé eitthvað að stríða þeim.
Mörk Sveit stjórnumanna hérna að vinna því að laga þetta. En já, hérna á eftir fyrir fram úrslitaleikurinn í drengjaflokki sem ég fram síðasti leikurinn á þessa bikarúrslita helgi yngri flokkana. Þar að mætast KR og Stjarnan. Þessi tvö lið að hafa háð mikla baráttu undanfarin ári í 95 árganginum. Ekki mikið 90 leikmenn fæddir 94 sem er á eldra ári í drengjaflokki. Þar eru hjá KR Steinar Viðarsson og Martin Hermansson. Ég held að það sé engin leikmaður á eldra ári hjá Stjörnunni. Það er mikið leikmenn fæddir 95-96 en þar hafa þessi tvö lið marga heildina háð. Ekki mikið að gerast hérna akkurat þessa stundina. Spurning hvort að það var þetta græði handa okkur tölfræði. Óskar. Prenta út. Það er hérna Óskar Ófur Jónsson. Aldrei sem vant mættur. Já. Tölfræðin er í öruggum höndum þegar hann mætir á staðinn. Já, Óskar er örugglega búinn að starta fleiri þúsundir leiki. Ég held að sé eina tölfræði sem Óskar er ekki með, það er hversu marga leiki hann hefur startað. En hérna, sé ekki rétt hjá þér. Það var í fleiri en einn, fleiri en tveir. Það er nú ómetanlega í svona menn eins og hann. Já, hann sem gerir mjög flott hérna hjá stjórnumönnum og það þarf að bera hrósa hérna liðsmönnum Sport TV að koma hérna og lýsa allri helginni. Frábær framtak og ótrúlega mikilvægt fyrir íþróttarhreyfinguna að hafa svona snillinga eins og það á Sport TV sem eru tilbúnir að fórna á tíma og fjármunum í að breiða út boðskapinn þar sem ekki mikið sýnt körfubolta til dæmis á sjónvarpsstöðvum Íslands. Ekki mikið að gerast hérna akkurat núna. Það eru samkvæmt, það eru 12 mínútur eftir á þessum leik. Staðan er 65-33 sem fyrir er að Sara Rún Hinriksdóttir sem stigast með 17 stig. Næst kemur henni er Bríet með 13 stig, 9 fráköst. Ingun Embla 12 stig. Sandra Rend með 7, já, Ingun kom með 5 stig á boltan. Það er fín lína hérna hjá Bríeti, hún er búin að vera svolítið lúmski þessu leikum með 13 stig, 9 fráköst, 4 á stóluna. Hjá Haugum er það Þóra Kristín sem er með 9 stig, reynda með 12 tapaða bolta. Kannski búin að vera svo sem búin að lenda hvað mest í Keflavíkurpressunni. Silvía Rún, hinn unga, fædd 1998, í 9. flokki er með 5 stig, 9 fráköst. Og Inga Rún með 6 stig, 7 fráköst. Jæja, nú er klukkan komin í gang og allt að gerast. Já, sjá hvort þetta hefur einhver áhrif. Já. Þetta er bara svona sjónvarpsleikli eins og er í... Þetta hafði nú þessi áhrif í bikarúrslitaleik kvenna daginn. Já. Það var slegið Valsmenn svolítið út á laginu þegar skotklukkurnar klikkuðu í Laugardalshöllinni. Í byrjun leiksins, já. Það nýtti Keflavík sér það og byrjaði gríðarlega sterkt. Alls konar komin þetta tilbaka í fyrirleikjum en Keflavík bara sigur og bítum. Keflavík nú þegar búinn að vinna bikarmeistaratitilinn í 9. flokki kvenna í morgun með stórsigri á liði Njarðvíkur og í gær unnu þær úlingaflokkinn eftir hörkuleik á móti Njarðvíkurstúlkum þar sem að munurinn var bara 1 stig þar sem að Kjartan Atli vill meina að klukkan í Garðabænum því klukkan líka. Það er svona. Jæja. Silvía á línunni. Setti fyrir veitu á ný. Og setna líka. Og Rúbjörn Málar, efnileg körfuboltastúlka hannaferðinni. Og Haukarnir í svæðisöndinni, Lófisa komin inn á. Ingun skotið af Helena með frákastið, boltinn út á Elinoru, aftur á Helenu og Helenu upp í skotið. Það er af, Ingun grimmið frákastinu og hann boltinn út á Haukarnir eiga boltan. Og skipting, Ellinin, Sandra út. 1:51 eftir af þriðja leikluta. Leiksjónin Ingun Embla orðin stærsti leikmaður Keflavíkurliðsins.
Sýnir jafnframt hvað Ingunn hefur góða skilning á leiknum. Þegar að hún er stærsti leikmaður þá fer hún inn í teig. Já. Og leysir það hlutur mjög vel. Einhver reikistjarna hérna. Það eru búin að leysa það. Já, ég held að segja að stigin séu ekki að skila sér upp á klukkun akkurat núna. Keflavík stilur boltanum Ingunn, Silvía til varnar. Haukarnir ná að setja upp í svæðisvörnina sína. Boltinn yfir á Ólöfu. Ólöf yfir á Elinóru. Helena niður á Ellen. Ellen sækir það Lovísu. Elinóru upp í skotið, þryggstarskotið sem er af og Sigrún með frákasti. Ég vil samt að hrósa Keflavíkurstúlkum fyrir það hvað boltinn gengur vel hjá þeim á móti svæðin. Já. Þetta er svona sérstaklega núna þær hafa ná að nýta sér starðamunni sinn á móti svæðinu hingað til en núna með lítið liðinn og það er spurning hvernig þeim mun reyna af. Klukkan er byrjuð og stíði kom ekki fyrir bara í lokum leikjarnans. Við lögum það á. Þarna voru þeir að tilkynna það að stíði kom inn á klukkuna í lok leikhlutans. Ingunn Jafnvík skot, Sigrún með frákastið, Sólrún. Sigrún aftur á Sólrúnum. Það verða snöggar yfir miðja, já. Helst til hægt hérna, hægst á stigaskorinu, fín vörð í Ólöfu. Góð baráttu þarna. Uppkast dæmt, þú þengi að vera með boltan. Keflavík á boltan. Leikurinn heldur áfram. Einhver ekki stefna. 35 sekúndur eftir á leiklutunum. Nú skóklukkuveisinn eitthvað. Skotið af. Eitthvað við svona skotklukkunni. Núna ætti nú með réttu að vera, hvað, 10 sekúndur eftir? Voru ekki 35 sekúndur að lagast það? Já, einmitt. 9 sekúndur eftir ætti að vera en... Boltinn kom ekkert í hringinn hana, sérstaklega að þeir skuli ekki leiðrétta þetta. Þeir vilja ekki leiðrétta þetta, þannig að það eru 6 sekúndar munur á skóklukku og leikklukku. Það hefur verið 10 sekúndar en leikurinn heldur áfram. Ingunn á Helenu Ingunni, Ingunn út finnur Elinóru í þryggstarskot sem er af. Aldís með frákastið, 4 sekúndar eftir 3, 2, 1 og Villa dæmt og Karva góð. En ekki hvað, frábær sending hann á Sólrúnu. Sýnir hana góðan handastyrk, fleygir boltanum fram á Silvíu sem að klára leiðabið. Vill ekki þegar leiktíminn rennur út. Og Silvía töffari fyrir á línuna og klárar þetta. Þetta sé 67-38 en við fáum nú hérna statistík eftir smá, eða tölfræði eftir smá stund til þess að staðfesta það. Já. Fínn endir, skemmtileg endir fyrir Haukana og ná þarna að góðri körfu á lokasekundunum. Vonum að þeir komi leikklukkunni hérna í lag fyrir seinasta leiklutan. Já. Þessi leikluti var líkt á annar leiklutinu miklu meira jafnvægi heldur en fyrsti, þar sem að Keflvíkingar unnu með 27 stigum mun. Ef eitthvað reiknar sér rétt þá unnu hérna Keflavíkarana með 1 stigs mun, staðan 65-38. Þannig að tveir síðustu leikluta hafa endað 28 samtal. Það munur liggur hérna í byrjuninni. Já, það er þetta. Má náttúrulega segja að leikurinn hafi klárast í fyrsta leikluta. Já, það er ansi stórt spil til að brúa. Já, og Haukarnir kannski hræddar við Keflavíkurstelpurnar sem eru að spila með meistaraflokk Keflavíkur.
svona kannski gáfa þeim of mikið fórskot. Akkurat. Það er ekkert annað að hrósa Haukunum fyrir að halda fram að spila og ljósu punktarnir, sérstaklega Þóra, Silvía og hún og Inga. Það er búin að vera gríðarlega flott að Sólrún búin að vera vaxandi núna hérna. Þegar líður á og Lóvísa hefur Inga veginn komast í takt við leikinn, en það er búin að vera í villu vandræðum. Keflavíkarnir eru gríðarlega sterkt lið hérna og rúla á mörgum mönnum og allar kom inn á og skilja einhverju til liðsins. Írena Sól mætti aftur á völlinn. Haukarnir á boltan. Það systir Bríet og Saren á vellinum ásamt Ellen, Írenu og Birtu sýnist mér. Silvía upp, varði skot, tekur aftur frákastið og upp með það. Jájá, Silvía skorar þarna. Silvía, Lovísa, Rósa, Sólrún og Sigrún inni og hjá Haukunum. Írena sækir á, finnur Bríet undir körunni. Spilu Keflvíkingum, vel gert. Á Bríet sem að sýna að klár stelpa, fann hann að fína leiðir undir körunni og opna sér upp um stað. Hún líkt og Ingun sem var að spila, Ingun nefna á hann að spila undir körunni á móti svæðinu núna og sýnir fjölhæfni sína, villandanda á Birtu. Sólrún með boltan. Rósa yfir á Lóvísu. Lóvísa þryggstæðarskotið sem er af. Sólrún með frákastið. Lóvísa með boltan. Skriðan á hana. Skotið frá Söru, Bríet með frákastið. Þar með þennan 10. frákast. Aftur er Bríet í frákastanum og slær boltan út á. Og Þóra inn á í staðan fyrir Sigrúnum. Þóra búin að fá litla hvíld í þessum leik, en það sést nú ekki á henni. Silvía, Sólrún. Silvía, fín vörð hjá Keflvíkingum. Sólrún sækir inn í miðina, fín, vel gert hjá Sólrúnu. Frákast hjá Rósu og brotið henni. Það er ekki að partuðu baráttunni í Haukastelpunum. Það er búin að vera gríðarlega öflugar hérna í frákastunum og láta vel finna fyrir sér. Skotið af hjá Rósu. Setna skotið niður. Írena Fínur. Varði skot Sólrúnu. Birta hana með slaka akkurinn. Þóra á Silvíu. Frábær sending. Vel gert hjá Silvíu, fann hana Rósu. Vel gert hjá Rósu að færa sig yfir hinum meginn, opnaði plásin á lokkarunni. Hennar maður hjálpaði og Rósa fekk boltan og laði hann onni. Vel gert. 67-43. Birta har að slaka sendingu. Það er svona vantar svolítið fyrst mér upp á einbeitinguna hjá Keflavíkurstúlku núna. Það er verið að nýta hver einustu mínútinn á vellinum í að reyna að vera betri og það er bara ein leið til að spila körfubolta, það er 100%. Silvía upp í skotið, þar af, Sara með frákastið. Það sýnir hérna knattleikni, finnur Bríeti. Bríet, fín. Bríet hana með skemmtilega öppun undir hefingu. Það er svo Bríet sé svona aldrei úr jafnvægi einhvern veginn. Fínt að villan að þetta á Sólrúnu. Það að gera skiptinguna núna. Já. Dýrfinna kemur inn á.
Ágætis framastæða hjá Sólunu. Lovísa með frákastið, finnur Rósu yfir á Þóru. Fín vörð hjá Söndru, hann sjöru sig og sækir á Lovísu. Já, fín barátta hana. Og hver önnur heldur en Silvíu hefði mætt í baráttuna. Lovísa með sendinguna fram og Þóru vel gripið. Hann hefði þurft að stinga boltan niður hana. Já, vel gripið. Já, vel gripið samt, ég sammála því. Með báðum höndum langt fyrir ofan haus. Það gengur vel hana, niður á endalínu. Sara finnur systur sína og villa á Dýrfinnu. Lóvis held ég að hafa haldið að hún hefði fengið villuna en villan var dæmd á Dýrfinnu. Katrín, Helena og Ingunnin, Sara, Ellen og Birta út. Lóvis var hann tilbúin að skipta sér út og hélt að hún hafi verið að fá 50 villuna sína. En svo var ekki. Byrjarskoti niður hjá Bríet. Bríet búin að vera öflug hérna. Hún er búin að, kannski ekki mikið búin að fara fyrir henni en hún er búin að gera gríðarlega vel. Ingur stelur boltanum, skref samt á hana, réttir þetta. Það er sammála með Bríet, það fer ekki mikið fyrir henni en bæði í frákustunum og stigaskori. Já, stigaskori, sendingar, svona hreyfing á vellinum. Ég held að veri ekki langt að líða hanga til að við munum sjá það síðustu saman á vellinum mikið til í meistarafloknum. Það er fín vörð, Lóvísa, boltan Katrín til varnar. Ingun nefnilega kemur aftan að henni. Kemur svona meiri kraftur í Keflavíkurvörðuna með Ingun inn á. Já. 10 sekúndur skóklukkunni. Silvía. Lóvísa sækir á Katrínu. Já. Vel gert til Lóvísu, hún fer bara með henni upp á færunni. 4 cm á hana. Þetta leikmenn þurfa svona, þetta er ákveðin kúnst að gera þetta, að geta bakka manni sinni niður. Gerði vel hann, sótti að körunni. Nýtti starf sinna styrk. Fyrir að skota fyrir Lóvísu, hún er ekki alveg náð að finna sér í dag. Jæja. Ekki aðeins og snöggur að gefa hann hana. Já, þá var hann að vakna aðeins við þetta og sérna skotið niður. Helena, Ingun á Írunu. Íruna kannski svona full mikið bara að leitast til að gefa boltan. Þótt að sé hérna í unga árum þá mætti hún alveg reyna svolítið með hana sjálf. Silvía, fín vörð til Írunu. Já. Fín varnarvinna hjá Keflingum. Katrín spila fyrir framann Lóvísu og Bríet mætti fyrir aftan. Já, Lóvísa er búin að halda stöðunni svolítið lengi sem að fá hann fyrr inn. Írena og hérna hún skal að segja Bríet út. Kristján kom inn á fyrsta skipti hjá Keflingum og Ólöf. Það er alltaf gaman þegar allir leikmenninni komast á blað. Já. 5 sekúndur skóklukkunni, skrifdans á. Það er gaman að sjá þá vinnu sem er unni í Keflavík, hvað skiptir, alla stelpur koma inn, maður sér að grunnatriðunum vel þjálfuð og frá unga aldri er ekki lagt mikið upp úr grunnatriðunum, frábæru til Ingunni. Stelur boltan á Þóru. Hérna, Þóra hefur bara gott að því að fá góðan varnarmann eins og Ingun á sig. Ingun klárar hann aftur.
vel gert á Ingunni. Það allt annað að sjá, eins og segja, pressuna hjá Keflavík þegar Ingunni inn á. Já. En að sama skapi Haukarnir kannski aðeins og kærulausir. Já, kannski full mikið svona að flýta sér og sökka sig á meistökunum áfram. Varið skoti á Rósu, Ingu með frákastið. Skotið af Lovisa nær frákastinu Finnur Þóru. Koma hérna hratt upp. Silvía, að sjálfsögðu kröftugt drive en skotið af. Á sjálf með frákastið. Þannig Ingu búin að sleppa nokkuð sinnum með villur. Boltinn út af Keflavík á hann, skipting hjá Haugum. Út af fyrir Lovisa, inn á kemur Inga. Kristján kemur upp með boltan. Ólöf yfir Ingunni, Helena hérna meginn, niður á Kristjánu. 10 sekúndar skóklukkunni og vantar svolítið hreyfingu í Keflavíkurliðið. Dýrfinna kemur með boltan. 3:45 eftir á þessum leik, það er 74-44. Varið skot hjá Ingunni, 7 sekúndar skóklukkunni, Rósa upp, skotið af í hringinn, boltið fer af Ingunni út af. Nei, eða... Jú, hann fór af Ingunni út af það ekki. En já, dómarinn leiksins nær leiknum við þannig að hann lítur að hafa rétt fyrir sér. Haukarnir komið. Já, fín vörð þarna hjá Dýrfinnu. Já. Silvía sækir að körfunni, Varis boltinn út af. Silvía þannig kannski full fyrir sig að hlaupana að fara hann á 4 sinum röð til vinstri. Það vantar kannski aðeins að geta bandað sér saman og koma stefnumrödd ekki hináttina. Boltinn tekinn af Ingu. Ólöf kom með flotta baráttu hérna hjá Keflavík. Katrín með boltan, finnur Kristrúnu yfir á Helenu. Helenu og Kristrúnu. Ingunni. Haukarnir komin í maður og mannvörð. Fín vörð. Heitildanda tilvinnu. Óöfn hana. Sandra koma hérna inn á. Sandra skipti við Katrínu. Haukarnir komin í maður og mann aftur. Það kemur fínt að vera með eina svona pjúra einsætt leikmann. Kristrún tekur ról með Söndru. Kristján upp í skotið. Já, þarna kemur bara tótt í leikmaður Keflavíkurliðsins inn og smellir inn þrýst. 2:30 eftir, 77-44, lítið sem getur komið fyrir það að Keflingar verði hérna bikarmeistari í stúlnaflokki. Varið skotið á Söndru, Inga með frákastið. Fín vörð hjá Dýrfinnu. Ingun sækir fram í að Helenu og Helenu upp í leiðarbið og Helena setja niður. Þóra sækir til Silvíu. Ólöf til varnar. Rósa sækir á Söndru. Upp í skotið sem er af, tekur sjálf frákastið, finnur Dýrfinnu. Dýrfinnu afskotið af Dýrfinnu, Hinga mætti frákastinn. Vill að dæmda á Rósu. Ingun út af Elín og Reyna. Silvía og Rósa út af Lovisa og Aldís inn á. 1:38 eftir, 79-44. Leikur hérna fjara út. Haukarnir er komin í maður og mannvörðina. Þóra mæti Kristján ofalega. Fín vörð.
Ólafur þykistarskotið sem af, Þóra með frákastið. Það er gaman að sjá hvað Keflavíkurstelpurnar sem að, já, eru kannski ekki í aðhlutverkum, eru samt ákveðnar þegar þeir koma inn á. Já. Eru óhræddir við að taka sín skot. Algjörlega til fyrirmyndar. Inga sótti hann á korunu, brotið að henni 2 skot. Helena út af Ellen inn á. Bara Ólöf og Ellen sem eftir að ná að skora hjá Keflavíkurliðinu. Vítið af hjá Ingu, fyrsta vítið sem hún klikkar að vita á. Staðið gríðilega vel hérna bara í baráttunni. Hérna skotið niður. Kristrún finnur Ólöfu og Söndru. Sækir á Lovísu. Þarna fekk Lovísu sína 5. villu. Heimild eftir að leiknum. Kannski óþarf að vera að slá svona þegar standa 3 í kringum. Já, það er hérna. Það er oft betra að reyna að láta leikmenn skjóta, taka erfiðu skotin heldur en að bjarga þeim eða brjóta þeim. Og svolítið svona verðist vera svolítið brandaði okkur Íslendingana í körfuboltanum að slá mikið. Það sér það svolítið þegar við förum út að þráttur að hinliðin að spila mjög ákveðnir og aggressífari vörn, þá er þau duglega að nota fótavinnu og líkamann til að spila vörnina í staðan fyrir að slá. Við hins vegar þurfum alltaf að vera að slá og reyna að stela boltanum í gríðavörg í staðan fyrir að treysta á fótavinnuna. Þannig er hins vegar fyrirmyndavörn hjá Elinóru, nota líkamann vel. Kristrún sömuleiðis gæti nú mætti vera aðeins nær sínum manni. Ólöf, já, fínt hjá henni mætir. Þóra móti Elinóru, sækir henni miðuna. Erfitt skot. Fyrirmyndavörn hana hjá Keflavíkum. Sandra sækir upp. Skotið að Söndru 30 sekúndur eftir. Inga upp í frákastið. Skot hirðið frákastið. Sigrún 20 sekúndur eftir. Aldís yfir á Þóru. Þóra aftur á Aldísi. Aldísi þryggjastarskotið. Skotið af Ólöf, Sandra. Sækir krönuði 3, 2, 1 og fara með leikurinn búinn og óskum Keflavíkurstúlkum vinnur til hamingju með bikarmeistaratitilinn. Vel að þessu komnar. Já. Takk hérna. Þetta er að bíða hérna eftir afskaplega gott lið sem að Keflvíkingar eru hérna með. Já, og vel að sér hún komnar og unnur samfærandi hrósa ber öllum leikmennum liðsins bara fyrir fína og góða innkomuleikin og hafa spilað leikinn af fullu krafti alla leikinn. Jafnframt Haukarnir með að vera stoltur af sinni frammistöðu. Hreinlega mættu hér á ofurlum sínum en barðust til loka. Við erum hérna yfir stígaðastu menn rétt af meðan bíðum. Já. Bríet Sifir með 18 stig fyrir Keflavík, Sararún 17 og Ingunn 16. En hjá Haukunum var það Silvía með 12 stig og Ingarún með 7. Já. Já, fyrirgefðu, og hérna Þóra var með 9. Þetta ágætlega spilaði leikur, ágætlega skemmtanagildi. Haukarnir bara hefði þurft að mæta aðeins meira tilbúinir í fyrsta leikluta. Já. Það hefði verið spurning hvað hefði gerst þá ef hann hefði verið jafn. Akkurat. Það er mikið reynsla í Keflavíkurliðinu þáttur ungan aldur og hérna þannig að það er ósvöldu þungt fyrir Haukana að lofa sig að spila strax lendi í villumvandræðum. En svo fór sem fór og Keflvíkingar verður bikarmeistarar í stúlknaflokki í ár. Haukastúlkur geta það með að þó vera bara sátta við sína frammistöðu. Það er Silvía og Þóra, ungar öflunarstelpur. Inga átti flottan leik sömuleiðis.
þannig að geta vel sátt að vera við bikarmeistaratitilinn í 10. flokki í gær, þannig að ég held að Haukarnir geta bara stoltir af sínum stúlkum og eru það örugglega. Herru, hann Finnur Freyr ætlar að dempa sér hérna niður á gólf og ná í einhvern í viðtal fyrir okkur. Meðan sjáum við hérna Hannes, formaður Körfuboltasambandsins, afhenda Haukastúlkunum silfurverðlaunin. Svo við ætlum að bíða hérna augnabliki viðbót og Finnur ætlar að ná einhverjum Keflavík hérna viðtali eftir verðlaunarveitinguna. Mann leiksins, það er hún Bríet Sif Hinriksdóttir. Svo að segja, máttu hörku fínan leik í dag. Herru, við ætlum ekki að láta verða þessu viðtali en við hvetjum ykkur til þess að fylgjast með áfram. Það fer að hefjast hérna eftir skamma stund leikur KR og Stjörnunnar í drengjaflokki. Þannig að við þökkum bara fyrir okkur. Takk fyrir.
Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tíman. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tíman. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af velgesjónvarpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð velgesjónvarp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá strafnum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Það er frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-fílingsins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars.
Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í ASICS? And I swear this is true, and I owe it all to you. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldstættinu þínum áðan? Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á I á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tíman. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldstættinu þínum áðan? Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af velgesjónvarpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð velgesjónvarp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá strafnum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Það er frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominós. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman fílingsins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í ASICS? And I swear this is true, and I owe it all to you. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldstættinu þínum áðan? Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tíman. Síminn.
Drengjaflokkur.